Jæja Dagur, 100. hlaupi, hvað er þetta? 16. árið eða hvað? 17. veturinn. 17. veturinn. Já, við byrjuðum 12. október 2000 og þá endum við sem sagt fyrsta veturinn 2001 og þá er auðvelt að fylgja eftir. Þetta er þá 17. veturinn, 17. árið. Hver fekk þessa brjáluðu hugmynd? Ég á námsárum mínum í Danmörku þá kynntist ég svona rafhlaupi þar og kom svo með þessa hugmynd heim og viðraði hana á hlaupunum einn sunnudagsmorguninn við félaginn Pétur Helgason. Hann tók vel í það og við ákváðum bara að skipuleggja þetta og prófuðum fyrsta hlaupið þarna 2000 og þetta hefur bara rúllað síðan, hreinlega. Þú sér ekkert eftir tímanum í þetta eða er þetta engin kvöð eða hvernig þetta upplifir þetta núna í dag eftir öll þessi ár? Vissulega hvarflar að manni öðru hverju hvað maður er búinn að vera í svo lengi en þegar maður er komið hérna niður eftir á kvöldið sem að hlaupið er, hittir alla félagana og góð stemming í hópnum þá bliknar það bara í samanburði við þennan skamma tíma þó sem maður notar í hvert hlaup sko. Við erum að reyna að hafa þetta einfalt þannig að undirbúningurinn er ekki mikill. Ég fer að hugsa þetta klukkan 6 og mætti hérna niður til klukkan 7. Svo bý ég hérna upp í brekkunni fyrir ofan laugina þannig að þetta er engin kvöð, alls ekki. Þetta er bara svo stór saumaklúbbur er það ekki? Algjörlega. Hérna koma allir vinir manns og vinir allra. Hvað voru margir í fyrsta hlaupinu, manstu það? 65 og það var Burkni Helgason sem að sigraði það hlaup á 34:14. Það eru suma tölur sem að límast í hausinn á manni eins og þessi tími. Hvað er fjölmennasta hlaupið? Það voru 487 í október 2010. Minnisstæðasta hlaupið? Desember 2008. Það var þegar björgunarsveitir og Veðurstofan búin að vara við stormi og fólk var beðið að halda sig heima. Þá héldum við hlaup í Elliðaárdalnum. Og það gekk nú svona upp á ofan. Fólk kom mjög kalt í mark og sumir þurftu á aðstoð starfsmanna laugarinnar við að losa reimarnar á skónum sínum en þetta er minnistætt og ég held að allir sem tóku þátt í því muna eftir desember 2008. Nú hefur Vífilfell staðið svona á bakvið ykkur í öll þessi ár. Fyrst ég man þetta var fyrst á Aquarius-hlaupin, nú er þetta Powerade. Hvernig hefur þetta samstarf gengið? Það hefur bara gengið mjög vel. Þetta var nú svona fyrst bara í orði. Þá starfaði Pétur sem gæðastjóri frá Vífilfelli en síðan lét hann á störfum og þá gerðum við erum búin að gera tvisvar samning til 3 ára við þá hvernig þetta allt fer fram. Þannig að það hefur gengið bara mjög vel. Hnökralaust. Og þið ætlið að halda áfram bara með þetta, bara eins lengi og hvað, þið nenni eða hvað? Algjörlega og eins og segir eins lengi og við nennum. Við erum alltaf að skima eftir góðu fólki til þess að styrkja hópinn og taka við og það er ekki verra að þeir séu yngri heldur en við. Það myndi hjálpa upp á framtíðina. Já, ég held allavega að hlauparar telji þetta orðin fastan punkt í tilverunni. Þannig að vonandi heldur þetta bara áfram með ókomna tíð og ég óska ykkur bara innilega til hamingju með 100 hlaupa afmæli. Takk fyrir þetta. Takk fyrir.